Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað hef ég fengið til mín góða gesti til þess að ræða svona mikilvægi listarinnar í andófi. Það ýmislegt í gangi í veröldinni og aktivistar víða heim hafa svona verið að bardúsa hið ýmsa. Þar listin kannski ekki síst mikilvæg. Júlía Maj og Arló, verið velkomin. Hæ, takk fyrir. Júlía, kannski byrjum á þér. Þú hefur verið mjög áberandi í svona byltingunni fyrir frjálsri Palestínu. Það hefur málað víða veggverk og ert með ansi skemmtilegt verkefni í bígerð. Já, í biðgerð eins og þó ég get ekki beðið. En sem sagt, það heitir Island to Island sem ég var að launcha núna á föstudaginn síðast, sem alþjóðalegt vegglistaverkefni á íslensku. Það sem ég sagt að plana að ferðast að miklu eyjum að mála fyrir Gaza og fyrir Palestínu. Mig langar að byrja hér á Íslandi og svo næst til Írland, til nokkra eyjur í Grikklandi, Ítalíu. Þú veist, ég er búin að fá nokkur staðsetningar nú þegar, en þetta snýst allt að fjármagna verkefni því miður. Ég hef tíman en ekki peningin. Akkurat. En hvað það sem þú ert að fara að gera þá? Sko, visually séð þá veglistaverkin augu. Og það eitthvað sem allir getur tengja við, hugsa ég. Við erum öll með augu, við erum öll að sjá þetta þjóðamord sem í gangi í Palestínu og hefur verið núna í 2 ár pluss 77 ár. Og mér langar að minna fólk að því að það fylgir ábyrgt með því að sjá. Þannig að með því að mála þessi veglistaverk, rísastór augu, sem myndrænt mun líka vera tengt Palestínu, mun vera augljóst. Minna fólk á sínu ábyrgt líka. Og alla veggir munu vera tengdir vefsíðan mín með svona QR-kóda málað við hvert veglistaverk. Og inn á vefsíðan getur maður fundið resources, veit ég ekki hvað heitir á íslensku, en resources til hvernig maður getur actually hjálpað gegnum donations, gegnum að lesa Palestínu, bara alls konar, bara að skoða inn á Island to Island project. Það svona interaktíft. Já, nefnilega, og mér langar að tengja þessi eyjasamfélag sérstaklega, því við erum hérna, þú veist, ég var að mála hér á Íslandi og svo ég síðastu sumar að mála í Grikklandi, þú veist, við erum Íslandi hér og þessi eyja lengst í burt og bara fatta, hér samstöðin með Palestínu mikil og hann á Íslandi. Og þó að það kannski mest svona fókuseðar í stórborgir, þú veist, hreyfingin fyrir Palestínu, þá langar mér að tengja þessi eyjasamfélag saman líka. Það svona planið. Og þetta, svo segir þá ertu að reyna að fjármagna þetta verkefni. Það auðvitað kannski eitt af svona vandamálunum sem að listafólk stendur oft frammi fyrir að það kostar pening að búa og skapa list og bara lifa í veröldinni. Jú, það gerir það. Og þú veist, það sem ég að safna fyrir eru bara ferðir, málingu, allt sem ég þarf til að actually mála. Svo mun ég náttúrulega borga eins mikið ég get sjálf, en bara til að geta kickstarta þetta project, þá vandar mér, þú veist, upprunalega eitthvað fjármagn fyrir því. Akkurat. Já. Logn, ég hefur verið í forsvari fyrir Rauðu reglífuna meðal annars, en líka auðvitað í Palestínu, hér hreyfingunni, hér heima og Nú Borders og fleira. Alltaf brjóla að gera hjá þér. Þú hefur líka verið að sinna listinni og í þeim fjölmörgu hlutum sem að þú hefur verið að beita þér fyrir. Af hverju þetta mikilvægt að svona halda listinni í heiðri? Vá, það stórt að spurt. Ég veit ekki, fyrir mig þá bara, þú veist, ég hef verið að teikna bara síðan ég bara veit af mér, þú veist, ég var alltaf að teikna, alltaf að skapa list, alltaf eitthvað svona, þú veist, ég kem úr listræni fjölskyldu og ég kem líka úr pólitískri fjölskyldu, þú veist, mér var kennt Palestínu þegar ég var bara krakki og þú veist, löngu áður en að hvað heitir það, þú veist, þessi fasi af þjóðamorðinu sem við sjáum núna
kom til að vera. Þannig að ég var alltaf, þú veist, gildin mín voru alltaf, þú veist, snýst mig, snýst samfélagi, bla bla, og svo frjáls Palestína. Þú veist, það var svona non-movable hlutur að því mér var sagt hvað gerðist rosa snemma. Og eins með, þú veist, við erum að tala núna þú veist, Íransstríðið, þegar Íraksstríðið gerðist, þá var ég bara eitthvað úlingur úti að mótmæla því ég var bara what the fuck, þú veist. Og svo, þú veist, mér finnst að svo fór ég í listnám og ég gerði, þú veist, ég var að gera rosa pólitíska gjörninga í listnáminu, eins og til dæmis, þú veist, ég fór í gegnum allt myndlistanámið mitt, BA, án þess að reference, að því ég kom í bókasafnið og ég sá bara eitthvað fullt af bókum kallmenn í listum, í þú veist, skólanum mínum. Þannig að fyrsti gjörningurinn minn var, ég fór í gegnum allt listnámið mitt án þess að referensa kall. Þú veist, þannig ég gerði alla ritgerðina mína, allt þetta, þú veist, sem bara einmitt andófi í sjálfu sér. Það það, og þú veist, kennarinn mín voru alveg bara svona, já, en þú veist, það er svo viðeigandi að kvóta þennan, viltu ekki bara svona, þú veist, það má breyta og eitthvað svona, ég bara eitthvað, nei, þú veist, ég stend svo hart með, ef ég er með eitthvað svona conviction, það stend ég svo hart með því, þannig að það meikar svo mikið sens fyrir mig að þetta bara svona giftist svolítið, þetta meldast, þessi svona aktivisma partur af mér og listaparturinn. Þú veist, hann, þú veist, það var bara inevitable að þetta myndi koma saman. Tengi. Já, einmitt, þú veist, og mér finnst þetta rosa spennandi og ég lít rosa mikið til aðra aktivista sem að gera list. Eins og Íslandi, þá erum við að tala eins og Möggur Margréti Edudóttir, þú veist, allt sem hún gerir er rosa innblásið, sérstaklega eftir, þú veist, eftir þennan fasa af þessu þjóðamorði. Listin hennar varð mjög pólitíska og mjög fallegan hátt. Þannig að ég lít til aðra listamanna og þú veist, aðra listamanna á Íslandi oft til þess að svona fá að vita hvað er í gangi að því að listafólk sér þessa hluti á öðruvísi hátt. Þú veist, og tjáða á öðruvísi hátt, það er öðruvísi að, þú veist, koma í viðtal og tala heldur en að skapa list einhvern hlut. Og mér finnst svo mikilvægt að sjá hlutina í gegn eitthvað, eins og list, þú veist. Ég átti spjalli við Þránd Þórarinsson einmitt einhvern tímann fyrir svolítið síðan og við vorum einmitt að ræða þetta og hann talaði sko mikilvægi þess að skrásetja hlutina í listinni og fyrir honum væru þessi hápólitísku málverk sem hann vinnur, þau væru hans svona tilraun til þess að sagan gleymdist ekki. Er þið sammála, er það svona? Mjög svo, að því að við sjáum Absolutt, já. Við sjáum svo mikið svona, við sjáum fortíðina í gegnum gamla list, rosa oft, þú veist, þá er eitthvað málverk fundið, eitthvað svona fundið og þá er það alltaf bútur úr sögunni sem var ekki í einhverju bók. Þú veist, þannig að þetta er ótrúlega mikilvægt, það sem Þrándur er að tala að skrásetja, vá. Já, sérstaklega frá honum sem er svo þekktur listamaður hér á Íslandi, þá finnst mér bara rosalega mikilvægt það sem hann er að gera, eins og öll verkin sem hengur upp á Gillegag, magnað, að sjá þetta á stað þar sem er kannski ekki klíentelið mest vinstri sinnað eða mest til stuðnings fyrir Palestínu, en að hafa þetta þar er líka bara, þú veist, í nútíman geggjað. List á líka að vera stuðandi. Þannig að það er gott að hafa hann þar sem að það er ekki endilega, þú veist, klíentelið hans. Akkurat, já. Mjög mikilvægt. Akkurat. Og list sem stuðar, Júlía, þú hefur þetta lent svolítið mikið í því að þín verk sem eru þessi veglistaverk sem að finnum á meðlans nýri miðbæ fyrir frjálsa Palestínu. Þessi verk hafa svona ekki alveg verið látin í friði, er það? Nei. Nei, en ég er orðin rosalega góð í því að laga. Sæki. Já. Það er, ég veit ekki hversu oft ég hefur, þú veist, lagað því að fólk hefur skvett málinga og spreyjað og skrifa bara litla skilabóð hér og þar, þú veist, alltaf að tala chai-te, ég veit ekki, þetta Ísraels æmisel-træ, eitthvað svona. Ég var svona, ok, aftur mála yfir, taka limmiðar af. En þetta er líka partur á því, ég er bara heppin að búa nálægt og getur bræðist við hratt, þannig að
þegar fólk að eyðilegja þetta, fá þetta ekki að standa lengi, sko. Ég oftast bara alltaf að fá skilabóð, hörru, Júlía, það einhver mála yfir. Ok, ég á leiðinni. Þú veist, bara mætti í gallanum. Það er náttúrulega hellingsvinna að vera listamæður, en listamenn þurfa líka líf í samfélaginu og það sem að einhvern veginn svona gerir mörgum listamönnum mjög erfitt fyrir einmitt að geta ekki lifað á listinni einnig saman, þurfa að vera í vinnu, jafnvel 2 til þess að halda heimili og bara eiga fyrir mat. Og hvernig finnið þið tíma til þess að sinna þessu hlutum? Ég svo heppin akkurat núna ekki hafa verið ráðin í vinnu sem ég er búin að sækja í mjög langan tíma. Veit ekki hvort að það hefur eitthvað að gera með minn svona public profile. Ég var einu sinni rekin fyrir skoðanir mína líka. Einmitt. Þannig ég er atvinnuleysisbótum núna. Mér langar að fá mig vinnu, en að meðan ég ekki með vinnu þá finnst mér þetta rosalega góð tíma að nýta í eitthvað svona verkefni eins og Island to Island sem ég að gera núna. Bara nýta tímann sem ég hefur. Einhvern tímann heyrði ég eitthvað segja að maður aldrei jafn upptekinn og þegar maður atvinnulaus. Nei, Oh my god, það er svo satt. það er rétt. Já, og að því að maður er svo duglegur að því að maður vill einhvern veginn ekki loka sig af og vera inni, þá fer maður að sinna alls konar svona hliðarverkefnum sem að maður myndi ekki gera annars, eins og fara í sjálfboðastarf og hingað og þangað og ég veit að ég þekki það bara eigin reynslu að það var einmitt brjálað að gera hjá mér og miklu meira einhvern veginn í svona félagslegu og svona samfélagslegum verkefnum sem að kannski segir okkur líka hvað við erum einhvern veginn föst og hvernig kerfið hannað í kringum okkur til þess að halda okkur í svona fjötrum þar sem við getum ekki verið að sinna samfélagslegum verkefnum og búa til samkennd og rækta samfélagið okkar. Auðvitað, þetta partur af hvernig það búið þetta samfélag til kannski smá. Já, einmitt, það er, þú veist, á Íslandi þá er rosa mikið svona hark. Þú þarft að harka af þér, þú þarft bara að fá þér aukavinnu, þú þarft bara að, þú veist, blá. Ég er búið að vera í veikindaleyfi í svolítinn tíma því að ég er með leiðileg krónísk veikindi og á þessum tíma ég er náttúrulega að sinna, þú veist, bata líka sem er, þú veist, ógeðslega full vinna en það hefur definitely gefið mér að því þegar ég var í fullri vinnu þá var ég bara að bugast að reyna að gera eitthvað, þú veist, ég gerði rosa lítið list, ég gerði, þú veist, rosa lítið annað en að vinna því að maður er svo bara þreyttur eftir vinnu og þú veist, maður nennir ekki að gera neitt, en í veikindaleyfinu mínu þá hef ég leyft mér að fara eins meira út í samfélagið, þú veist, og það er rosa mikið, þú veist, það er ekkert mikið talað við fólk á bótum bætur, þú veist, ég er á endurhæfingarlífeyri og ég notaði þennan tíma til þess að passa upp á samfélagið mitt og mikið af fólki sem ég þekki sem er í endurhæfingartímabili eða er öryrkjar eða er á atvinnuleysisbótum, þau er að nota þennan tíma fyrir samfélagið sitt og mér finnst það svo fallegt og mér finnst það rosa inspiring og þú veist, ég hef alveg litið til þín og fundist það rosa fallegt að því þegar maður hefur tíma ég hugsa stundum svona the leisure classes þú veist, þegar við erum að tala stéttaskiptingar og svona the leisure class er náttúrulega bara ríka fólki sem þarf ekki að vinna og mér líður stundum svolítið eins og ég sé svolítið svona að stela frá þeim þegar ég er, þú veist, að því nú er ég in my leisure time að vera the working class leisure class og ég nota þann tíma ekki til þess að endilega hvíla mig heldur til þess að byggja upp samfélagið mitt og mér finnst það fallegt, mér finnst það byggir líka okkur upp það gerir það nefnilega þannig að við erum að stela leisure classinu af the leisure class ég fíla það rosa mikið proudly já, nákvæmlega, það er svona subversion smá við hefum líka rætt svona þegar við hefum verið með svona listaspjall, þá hefur verið talað svolítið svona listræn eða svona skapandi rými og svona svolítið skort á skapandi rýmum bara í miðbænum eða í höfuborginni eða hvar sem það er í rauninni og svona mikilvægi þeirra finnið þið fyrir þessu, það vantar eitthvað svona samastað fyrir fólk til þess að koma og skapa og gera. Er eitthvað svoleiðis? Ég veit ekki neitt. Ég veit eitthvað sem er í Hafnarfirðinum sem er eitthvað Hafnarfjarðarbær er að reka eitthvað svona sköpunarsetur mér finnst það rosa spennandi þar getur hver sem býr í Hafnarfirði komið og gert list og þau eru með alls konar svona hluti og það er ókeypis
as far as I know, sem ógeðslega spennandi. En það búið að vera að tala svolítið hvernig í Reykjavík, ég veit að prikið, gæinn sem á prikið, Jeffrey, hann hefur verið að tala þú veist, tónlistasvæðin sem að hverfa, líka, þú veist, póstdreifing bara hvarf, eða þú veist, húsnæði þeirra hvarf, þú veist, að því að við þekkjum Reykjavík í póstdreifingu við hliðin á flugvellinum. Þetta er fáránlegt. Þú veist, við þurfum þessi, þú veist, Ísland þetta sköpunarland, við erum þekkt fyrir þessa sköpun og það er bara verið að taka þessi rými í burtu að því að óþægilegt, þú veist, einhvern veginn. List hefur náttúrulega engin tilgang fyrir samfélaginu. Ekki nei. Nei, það er oft sem að listafólki líður þannig, svona eins og það sé að gera eitthvað í svona tilgangsleysi vegna þess að það fær kannski ekki svona tilbaka frá þá yfirvöldum og kannski samfélaginu, en það fær mikla þakki frá samfélaginu, nær samfélaginu sínu, en samt ekki nóg einhvern veginn stundum til þess að svona, blása mann í brjóst og láta mann halda meira áfram. Þetta verður stundum svolítið svona vonleysislegt. Já, ég er alveg sammála. Það þú veist, ég hugsa mikið þetta, þú veist, núna út af umræðunni sem að, þú veist, öllu sér rými þeirra að hverfa. Og líka bara svona á sama tíma þá allt að kosta meira og við erum að sjá þriðju rýmin okkar, þú veist, og þetta partur af því. Þriðja rými svona sköpunarrými. Við erum að sjá þetta hverfa inn í bara eitthvað svona andlit fasismans og nútíma svona grátt. Þú veist, allar nýju byggingarnar í fucking Reykjavík sorry, má blóta. Já. Fucking ræðilegir. Já, nei, þetta allt grátt og þetta allt, þú veist, stál eitthvað ógeð. Þú veist, hvað að gerast? What's happening? Ég kann skýringu á þessu. Systir mín arkitekt og hún útskýrði fyrir mér einhvern tímann, ég var að tuða yfir nákvæmlega þessu litleysi og hún var að sýna mig teikningar sem hún var með á borðinu og hún var einmitt að reyna að raða saman því sem hún hafði í höndunum og málið að klæðningarnar sem að fást hér á landi og eru keyptar inn af stærstu verktökunum, þær eru bara í 4 litum. Það ekki hægt að fá aðra. Þannig það og það svona, og maður hugsa bara, vá, en þetta er svo mikið ekki vandamál. Það hlýtur að vera eitthvað sem að framleiðir klæðningar utan á nýbyggingar. Það 100% fólk sem gerir bleika klæðningu einhvers staðar í heiminum. Já, en það þú veist, en þetta svona ástæðan fyrir því að vera arkitektar, þeir vita hvað til, þeir teikna upp teikningarnar, þú veist, samkvæmt því og svo þetta bara byggt upp á verktökum sem að, þú veist, voru að spara og þannig það, þú veist, þetta bara, þess vegna búum við bara í þessu kassalega þrílita umhverfi. Og það má ekki mála þessi klæðningar eða bara flagnir af. Já. Gott að vita. Já, af því að allt stálur núna líka, þú veist. Já. Og svo það bara svona mjúkt undir og það bara mikla og, þú veist, ok, sorry, þetta annað vandamál, en þetta samt svona partur af þessu, að því að einmitt að þú veist, svona bara svona fegurðaskinn mann sér svo misboðið svo oft í dag í bara að labba borgarumhverfið. Það auðvitað til rosalega mikið af fegurð í Reykjavík og á höfuðborgs og bara á landinu öllu en hún svona það sem að en borgin þarf ekki að vera svona ljót. Nákvæmlega. Ég meina nákvæmlega. Sammála. En þá komið þið til sögunar. En það hefur oft verið talað svona eins og vegglist, eins og bara skemmdaverk. Þú ert ekki sammála því? Nei. Alls ekki. Oh my god, mér finnst listaverkin þín gera Reykjavíkur, þú veist, downtown svæði miklu fallegra. Takk fyrir. Þú veist það bara Ég meina það mismunandi skoðanir þetta. Mestmagnið eru bara mjög jákvæð. Svo koma náttúrulega fólk sem segir þetta vandalismi en þá held ég að það sem meira tengt skoðanir Palestínu yfir höfuð frekar en þeirra skoðanir vegglistaverk. Þannig að Já, ef þetta væri vegglistaverk sem væri solidartífi í Ísrael þá væri vissulega fullt af fólki sem myndi elska það. Ef við myndum mála stórt portrett af Bjarna Ben myndi fullt af fólki elska það Oh my god, right. Aldrei gera það. Já, þú veist, það var hægt að vera með svona glimmerbás Glimmerbás? Svona, oh my god, fjórublunar kasta glimmer í Bjarna Ben mjúralið. Oh my god, þú verður að gera það. What the hell? Next project. Já, fullt af glimmeri. Já, Þetta var donata. Já, nú erum við bara komið með fjórublunar fulla gang
En það er það sem svo fyndið þegar maður með eitthvað svona ræða við listafólka eitthvað svona, það koma alls konar hugmyndir og það eru alls konar svona sniðut sem kemur upp. Munið eftir einhverju svona sem að þið gerðuð kannski einhverju svona, þú veist, í góðri trú en kannski sá svolítið eftir því. List sem ég hef séð eftir? Já. Nei. Ok, þú Ég held ekki. Ertu með eitthvað í huga? Nei. Oh my god, welcome to a critique of your work. Damn, it's an intervention. Oh my god. Nei, hérna, sko, ég gerði verk actually sex work aktivisma í nýlistasafninu og það var geggjað að fá plattform í nýlistasafni, ég elska nýlistasafni en mér fannst verkið mitt ekki, þú veist ég hefði viljað gera betri verk skulum við segja. En ég ógeðslega stolt af því að ég var að sýna í nýlistasafninu. En ég horfi á það verk algjörlega og hugsa, þú veist, og ég hefði geta gert þetta meira, þú veist, að því að listsköpun mín þegar það kemur að pólitík er ógeðslega augljós. Þú veist, það er augljóst, ég er að mata oft áhorfendan. Og stundum, þú veist, ég held að þetta hefur komið með aldrinum. Nú er ég 34 ára og með aldrinum þá hugsa ég, þú veist, ok, en það er miklu skemmtilega að láta fólk vinna fyrir skilningunni. Skilningin þarf ekki að vera, þú veist, fyrir framan þig. Þú getur þurft að skoða eins meira til þess að, og það er list sem ég finnst rosa spennandi. Þannig að það er búið að vera, þú veist, í staðinn fyrir að hugsa eitthvað svona, ég hati þetta verk, ég bara skammast mín eða eitthvað, I don't know, þú veist, þá er ég meira að hugsa, ok, hvað get ég lært af þessu? Af því að það er miklu jákvæðra og miklu uppbygginglegra, frekar en að bara svona rífa mann niður, af því það er alveg, þú veist, það er alveg nóg, þú veist, fólk sem að vill rífa mann niður einhvern veginn, og maður þarf að vera your number one fan, þú veist, þú þarft að vera pepparinn þinn, og þú veist, þetta hefur í rauninni bara peppað mig til þess að gera minni svona obvious list og það er búið að vera ógeðslega gaman, ég er búið að vera að vinna svolítið með það núna undanfarnar mánuði já, veit ekki Hvernig flétturðu að því að einmitt, svona baráttuga kynlífsverka fólks komið og rætt það hér áður og nú í vikunni var alþjóðlegur dagur kynlífsverkafólks. Það er einhvern veginn svona barátta sem er einmitt líka mjög samofin list. Algjörlega, ég veit ekki neina kynlífsverkamannesku sem að ég hef kynnst sem er ekki að skapa list. Við erum mjög listræn, það er líka, þú veist, í kynlífsunni þá er mjög oft talað að maður hefur þennan leisure time, maður hefur tíma, þú veist, sumir nota þann tíma til að sinna fjölskyldunum sinni, obviously, en aðrir nota þennan tíma til þess að skapa. Þú veist, það er fullt af listrænu fólki sem hefur, þú veist, í rauninni notað kynlífsvinnu til þess að funda listsköpun sína. Þá erum við að tala eins og hvað heitir hún, Kathleen Hanna úr Riot Girl skvísan úr, oh my god, ég man ekki hljómsveitina, Bikini Kill. Hún hún var strippari og hún notaði það að vera strippari og strippara peningin sinn og allt svona til þess að fjármagna að geta gert, þú veist, fyrst spoken word og svo tónlist. Hún notaði þetta og mér finnst það magnað að geta notað þetta. Við erum að tala þú veist, það er líka listakona sem heitir Marin Scarlett og svo er hana Jackie Jackie the Stripper og hún varð svo fræg fyrir listina sína en hún byrjaði í strippklúbnum og notaði strippur peningin sinn til þess að geta gert list og til þess að svona accessa þennan heim sem að þú veist, þar sem þú getur lifað á listinni þinni. Þannig að það er bara þekktur hlutir algjörlega. Listin, hún sprettur oft svona upp úr vjaðrinum. Það er eitthvað svona, það brýst eitthvað út.
Og þetta einmitt, að því að þú veist, þetta bara svona einform og tjáningu, þetta svona í staðin fyrir að fara út og öskra, að þú veist, setja eitthvað niður á blað, eitthvað svo leiðis. En þetta líka, þetta minnir mig á í rauninni, ég var að hugsa þetta í morgunna því ég var að fara að koma hingað, þú veist, svart og brúnt kynlífsverkafólk sem þú veist, hinsegin í Bandaríkjunum rosa mikið, þú veist, það sem við leitum í fyrir okkar kultúr. Þú veist, orð sem eru cool að nota, orð sem að, þú veist, fólk notar, föt sem fólk í stíllinn, þetta rosa mikið kynlífsverkafólk sem var grunnurinn sem að gera eitthvað svona öðruvísi nýtt skrítið og það fer svo inn í mainstream heiminn út frá, þú veist, þá erum við að tala high fashion, þú veist, eitthvað svona New York Fashion Week dót, þú veist, þetta allt inspired af jaðrinum. Þú veist, allt sem að við sjáum sem bara svona flottasta og fínasta og dýrasta og geggjaðasta og þú veist, þú vilt vera séð í þessu eða þú vilt vera séð þarna. Þetta kemur frá kynlífsverkafólki. Það, þú veist, og mér finnst það svo cool þegar við tölum þessar rætur og frá hinsegin fólki. Þú veist, það ekki hægt að separata þessa hluti. Og mér finnst það svo skemmtilegt en mér finnst á sama tíma það svo leitt að því að við tölum svona getting your flowers, þú veist, að fá það sem þú átt skilið. Og það rosa mikið af kynlífsverkafólki og svört og brúnu fólki sem að voru frumkvöðlar í kultúr sem að hafa aldrei fengið blómin sín, þú veist, og mér finnst það sárt. Það, þú veist, að því þá komum við meira inn í réttindin, inn í óþægindi, inn í, þú veist, hvað má og hvað má ekki og eitthvað svona. Þannig að þú veist, það má taka frá þeim en það má ekki lyfta þeim upp og segja sjáðu þau. Þú veist, og mér finnst það erfitt og flókið. Pönkið náttúrulega líka bara mjög þekkt, þú veist, listrænt andof og þannig að þetta í rauninni, þú veist, að því að stundum heyrir maður talað þú veist, list þarf ekki að vera pólitísk og ég meina, hún þarf það sjálf sér ekki en hérna, það en hún það og yfirleitt svo list sem að verður að einhverju svona hreyfingu eða hreyfingar sem að verða stækkandi, þær yfirleitt mjög listrænar eða hafa eitthvað svona listrænar tengingar og það held ég að segja svona óumflýjanlegt einhvern veginn bara, þú vilt fólk til liðs við þig, þá verður eitthvað að vera svona sem grípur og ég held að það sem að einmitt eins og með Palestínuhreyfinguna þar hafi að mörguleyti verið erfitt einhvern veginn að tjá list út frá því þó að listafólk sé sannarlega vel og veg með ansi mörg verkefni og hafi gert margt vel. Það var einhvern veginn svona það hefur einhvern veginn svona ég veit ekki, kannski það hefur vantað eitthvað svona momentum eða eitthvað svona eitt rauðan þráð ekki sammála mér, kannski að því að það svona já, það svona losnaði svolítið svona allt svona utanumhald, það var mikill kraftur í byrjun, það voru, þú veist, það voru tögg og list og alls konar út allan bæ, en síðan einhvern veginn svona eins og þetta svona, já, bara svona fjari út, já. Já, því miður. Það alveg satt. Já, veitu hefur eitthvað spáð í hvers vegna, þú veist, hvort að sko, og hvernig hægt að blása lífið það aftur með listinni? Það kannski pínu það sem ég líka að reyna að gera ég held áfram og vona að það kannski inspirar einhver til að líka halda áfram og gera meira og meira og meira og meira. Nú veit ég að allir geta ekki, það náttúrulega ekki hægt, fólk með vinnu en eins og þú segja, þetta var momentum þegar við byrjum á Íslandi rosalega mikið fólki sem ennþá náttúrulega ekki hættur að styðja Palestínu en til miður kannski ekki heldur jafn mikið að gerast. Þú veist, við þurfum maður þarf svolítið svona að rækta samfélagið sitt náttúrulega. Já, og svo líka kannski út af því að það sem við erum búin að vera að gera með okkar mótmæli og alls konar svona hefur ekki skilað mikil árangri. Ég held að mesta árangri náttúrulega frá BDS movement kannski. Já. En sniðgöngur. Þar erum við að sjá í sniðgöngunni þeir að standa sig svo vel. Sem líka bara rosalega mikilvæg, bara hit them where it hurts, the money. En ég veit ekki, kannski kemur eitthvað með vorið líka. Það náttúrulega rosalega erfitt að vera á Íslandi yfir veturinn. Ég veit það sjálf, þessi hugmynd kom núna því ég byrja að sjá smá dagspyrta aftur, bara heyrðu,
hvað get ég núna gert, þannig að kannski eitthvað svona momentum þar sem við þurfum bara að grípa fólk við réttan hástíð. Það mjög góð pæling. Já. Vá, ég hef ekki gert neina list, ég var að hugsa þetta núna, ég hef ekki gert neina list yfir hana dimmustu mánuðin okkar. Ég fyrir alltaf í hibernation. Já, vá. Yfir veturinn, held ég. Vá, ég hef aldrei pælt í þessu, þetta meikar ógeðslega mikið sens, en á sama tíma þá finnst mér þetta, þú veist, þetta ekki svona, mér finnst þetta ekki vera kannski, ef við erum að tala eitthvað svona nógu gott excuse fyrir af hverju allir, þú veist, ég alveg disappointed. Já. Þú veist, ég að upplifa, mér finnst það erfitt að sjá svona mögnunina. Stigmögnuna. Já, og þú veist, einmitt, og það hefur bara horfið, það orðið svolítið svona staðnað. Og ég alveg sammála, leið og fréttinar hættu að tala með þetta mikið, þá var eins og fólk, þú veist, það eins og fólk var bara þreytt. Já, og líka hægt að vera svona ákveðin þöggun, sko, sem ég held ég systematísk. Og hérna, þú veist, af svona mainstreamsfjölmiðlum, af stjórnmálafólki, sem að voru bara orðin þreytt á þessari tilteknu hreyfingu, og hérna, þetta bara ein leið kúarans í rauninni, þetta bara að þagga og ignora og ekki hérna... Já, svo líka falsfréttir, þú veist, við talum því að þessi svo kallaði ceasefire kom, þá fór rosalega mikið niður, hugsa ég, þú veist, að fólk var bara, ok, þetta komið, nú þarf ég ekki að taka þátt í þetta lengur, kannski. En ég held að fólk meinar ekkert illa, en það kannski bara erfitt líka að halda áfram til lengdar, þú veist, og við veitum að þetta með Palestínu þú veist, maður þarf að vera in it for the long run því að þetta ekkert sem lifetime hlutur. Já, nei, klárlega. Ég held það, þú veist, þetta eitthvað sem ég mun örugglega vinna með listrænt bara það sem eftir og þá vonandi ekki bara gegvart þjóðamorð heldur líka fyrir uppbyggingu Palestínu þegar, nú segi ég þegar því ég mér svo mikið von, þegar Palestínu aftur bara Palestínu þá mun þurfa ennþá stuðningur þú veist, það mun þurfa þú veist, list sem kannski snýðist við uppbyggingu koma, þú veist ekki bara hugsa tíman í dag Palestínu, heldur líka bara hvað við getum gert til framtíðar þegar Ísrael verður ekki lengra til. Ég fór á mótmæli í gær fyrir svona gegn stuðningi Íslands við bandarísk yfirvöld í innrásastriðinu í Íran segi ég og hérna þá var ég svolítið að spá í sko einmitt hérna þessu list og andofi og hérna og fólk kannski pælir lítið í því en þarna var samankomin einhver ágætis hópur við utanríkisráðuneytið og fólk með skilti og það með eitthvað svona gjörning og þetta bara venjulegt fólk sem að kemur saman og hérna ákveður að bara því misboðið og þetta var ekki gríðarlegu fjöldi en þetta var samt alveg einhver hópur þarna margir þekktust innbyrði sem bara frá Palestínu hreyfingunni, aðrir ekki það voru margir úr friðarhreyfingunni þarna líka og hérna og einhver svona stjórnmálafígurur sem stiltu sér fremst en það bara eins og það hérna það voru einhverjir voru með svona skólatöskur og það var þarna blóð þetta listgjörningur og þetta nefnilega listgjörningur. Ég held að kannski, þú veist, að því að fólk áttar sig ekki að því, það hugsa með sig kannski, þú veist, ég nú ekkert listræn, ég nú bara, hérna... Ég sá það frá, hún Þorriðs Reynis ljósmyndara, hún var að posta frá þessu í gær, já. Og ég hugsaði með þetta svona, þú veist, og skiltin og skilabúðin og bara það eitthvað setja ykkur orð niður með tús og fara út með þau, það er pólitísk list í sjálfu sér. Það ekkert erfitt heldur, þú veist, þarf ekkert mikið, það þarf ekkert alltaf að vera veglistaverk, það þarf, þú veist, lítil skildi gera rosalega mikið líka. Þegar ég var, ég vann fyrir Eflingu í korter, fyrir nokkrum árum. Í korter? Já, og ég vann fyrir Eflingu yfir oh my god, hvað heitir það á íslensku? Verkfallstímabil. Að ég var bara að hjálpa til og þar voru svona skiltið sem að fólk hatt gert, það voru svona 3 og eitt uppáhaldslistaverki mitt sem ég hef gert var þessi 3, þú veist, ég með svona 3 skilti og ég málaði með svartri málingu No War But Class War
og þetta hengur upp á vegg hjá mér, ég tek þetta á mótmælið þegar viðeigandi, en þetta er listaverk, þú veist, þetta er líka minning, ég horfi á þetta og hugsa verkfallin 2019 og hvað þau voru geggjuð, þú veist, og þarna kemur inn kannski svolítið eins og Þrándur var að segja, þú veist, með skrásetta söguna, minna eftir þessu verkfalli þegar þú veist, fólk sem var að þrífa, þú veist, lagði niður störf og við þurftum að fara og segja fólki, hei, þú mátt fara úr vinnunni. Þú veist, þetta er ákveðin gjörningur sem að þetta var. Þú veist, þú mátt fara úr vinnunni og sum hótel voru búin að fá öryggisverði fyrir utan hjá sér svo að það yrði eitthvað svona óþægilegra eða erfiðara fyrir verkfalls vörsluna að koma inn. Þetta var svo skrítið. Og við vorum bara eitthvað, þú veist, þú veist, komiði og það eru veitingar og það er dagskrá og þú veist, við ætlum að mótmæla og bla bla. Og þá voru hótelin búin að gera hluti eins og öryggisvörð og allt í einu í fyrsta sinn ever þá var morgunmaður fyrir allt starfsfólkið og eitthvað svona til þess að reyna að tefja fyrir og ég var bara eitthvað, við býðum bara. En þetta er svona eitt af þessum tæki, þetta er svona eins og þegar lögregla mætir á mótmæli. Og þegar lögregla mætir á mótmæli og sérstaklega ef hún mætir með svona ákveðið fyrirfram attitude, þá veit maður bara að mótmælin eiga eftir að leysast upp í sko óreiðu og rifrildi við lögregluna. Þeir koma þarna inn rosa oft af mínum mati til þess að hlutinir verða óþægilegir. Af því að, þú veist, það er ekkert eitthvað þjóðþekkt á Íslandi að við séum að brjótast inn og brjóta rúður og, þú veist, þetta er ekkert Nei, það meira svona eins og það sé verið að íta fólki þá áttina með þessu. Það er nákvæmlega staðan og mér finnst þetta er rosa mikið svona sirkusstemming eða svona, hvað heitir það? Svona set-up dæmi. Þetta þú veist, ef að þeir geta eitthvað meginn íta undir okkur til að vera aggressív eða hvað sem við erum ekki, þá sýnir það kannski fram að þeir hefa eitthvað tilgang. Þeir eru kannski bara að reyna að sýna það að þeir hefi tilgang. Ég veit ekki hvort ég sé sammála, en lögreglan á Íslandi... Já, allavega, þú veist, við veltum náttúrulega lögreglunum mjög mikið fyrir mér og svona tilgangi hennar og þessar götulöggur sem þær eru ekki í neinum sérstöku verkefnum, heldur eru þær að leita sér verkefnum. Og þær eru að mínum mati bara mjög óþarfar. Ég get alveg sagt mig við að hér séu einhvers konar lögregluembætti sem sinnir brotum sem hafa nú þegar verið framin og rannsókn á þeim og maður ætti að setja bara einhvern veginn allt púður í það í staðan fyrir að vera með einhverjum svona agenta úti í samfélaginu sem að leita af glæpum og þú veist, það býr til mjög skrítin hvata ímyndaði mér að vera allt í einu í með eitthvað svona authoritet í einhverjum búning og agenda bara í að þú veist finna glæpi, uppræta glæpi, komið veg fyrir þá. Þeir eru rosa mikið upp í Breiðholti. Bara svona keyra Einmitt, og þú veist, að það er bara því að, já, einmitt, og ef við vitum alveg hversan það er. En það er kannski svona lokum að því að þú nefndir það síðan hinsegin-barátuna. Það er dæmi svona ofboðslega listræna byltingu sem að heppnaðist svo vel. Og ég held að mörguleiti sé það vegna þess að það er svo mikið gleði í henni. Það er oft talað um queer joy og það er eitthvað svona sem helst í hendur við og sko ég fundi það að því að stimpillin sem að svona flestar af þeim og allur aktivismi sem ég hef tekið þátt í gegnum tíðina sem þú veist fyrir flóttafólki eða Palestínu eða feminisma eða hvað sem það er að það er alltaf verið að saka mig að vera svo reiða. En hinsegin aktivistunum tókst einhvern veginn að snúa því upp í, og ég pæli mikið í þessu, mér finnst þetta nefnilega svona stórkostlegt afrek að það vilja allir verið gleðigöngunni. Já. En þetta er Þau eru samt bæði. Þau eru bæði reiðin og gleðin. Já, reiðin er auðvitað hreyfingaraflið sko, en að spila, þú veist, en hún er svo oft notið gegn okkur. Það er, þú veist, ok, að mínum mati, þá er þetta queer joy og þetta, þú veist, ég er að hugsa Act Up New York, þú veist, sem að tóku
þú veist, byggu til huge smokk og settu það yfir hús hérna, einhver svona congressman á, þú veist, þegar AIDS tímabilið var bara, þú veist, þegar fólk var bara að deyja og ekkert var að gerast þú veist, þetta er queer joy þú veist, þú ert að búa til risastóran smokk og svo eru það að fara incognito og setja upp smokkin í, þú veist, nóttina magnað. þú veist, þetta er nefnilega svo cool það er svo mikið af þessu joy ég tengi þetta vissulega við hérna kvótið frá Emma Goldman okkar allra bestu þegar hún sagði eitthvað af, þú veist, hún sagði þetta miklu betur and if I can't dance it's not my revolution og ég elska það svo mikið og ég nota þetta kall til þess að minna mig á þegar ég missi mig í sósunni, þú veist, aktivismannum þegar ég missi mig í sósunni að það, og mér líður eitt og þú veist, eins og allt sé vonlaust þá hugsa ég þetta og þú veist, tengi mig við samfélagið mitt þú veist, allt samfélagið mitt er náttúrulega hinsegin en þú veist, ég tengist þá fólkinu mínu að því að ef ég get ekki haft gaman þá er þetta ekki mín styrjöld, skilur ég að styrjöld, þú veist mitt revolution Hvar geta hlustendur og áhorfundur fundið listin ykkar og verkefnin stutt þitt verkefni, Júlía? Þetta nýja verkefni er islandtoislandproject.com þar getur þú líka fundið link inn að Carolina Fund síðuna og svo alltaf bara Júlía Mæ Art á Instagram auðvitað. Yes. Þú getur líka stundum fundið mér við veggin að laga. Já, mjög oft. Einmitt, bara hanga við veggin. Hanga við veggin og eða túsa hún. Nei, djók, ekki gera það. Og maður getur ekki túsa á veggin. Það kemur hún hlaupandi. Já, hún finnur þig. Þau vilja hitta mig, ekki með síma, þú bara mála vegginu, ég mæti. Já, það bara mætir hún að þessum á. Oh my god. En þú logg... Heyrðu, ég er @lognsins á Instagram. Ég notaði mitt líka Instagramið mitt rosa mikið svona til þess að hérna propagandæsa fólk í rétt áttina. Júlía Mæ Arilok, takk kærlega fyrir að koma inn og ræða listina og hér skulum við setja punkt í þátt kvöldsins. Ég bara bið ykkur vel að lifa og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.